Jú, besti leikmaður fyrstu deildar, hvað þýðingu hefur þetta fyrir þig? Bara skemmtileg viðurkenning sko, bara eftir hvernig veturinn fór og alltaf maður stendur svona, þó maður sagði ekki frá því, stendur bara á þessu í byrjun tímabils og bara skemmtilegt að það tókst. Og kemur þetta óvart svona þegar komið að þessu? Ég myndi ekki segja það, unnum deildina frekar svona léttilega og var ég ekki svona með ágætis start svona, þannig að þetta var bara nei, kom ekki óvart. Það voruð bara nokkuð langt síðan þið komist í sumarfrí, svona eitt af fáu sumarfríunum sem eru actually góð svona að koma svona snemma í. Hvernig hefur þessi mánuði verið síðan? Eru búin að meta einhvern veginn hvernig þetta season var? Já, bara, já, kannski ekstra stutt tímabil núna en búin að meta bara, ég fyrir tímabilið ætla ég ekki að tapa leik sko, en það tókst ekki. Svona, það er einu vonbrigðin, annars maður lítur yfir þetta og bara, þetta var langt tímabil og þetta leið helviti langt þó að þetta hefur verið stutt. Og þetta var ekki alltaf bara allt í gúti sko, það var alveg brasan inn á milli. En svona heilt yfir á bara mjög gott tímabil. Þetta úrvalslið, þetta eru allt strákar sem eru í U20 eða hafa verið í U20, þetta er allt ungi strákar, þannig að sérðu fyrstu deildina sem góðan stökkpall? Já, þetta var með gott unglingaflokkslið, ég myndi segja það, en ég held að ég hef lært, til dæmis ef ég tala bara fyrir mig sko, ég held ég hef lært alveg helling, bæði innan og svona innan vallar og hvernig svona eins og hlutverki sem ég var í, svona leiðtoga hlutverki reyna að koma liðinu upp og kannski eina svona sem maður sér eftir að ekki ná að njóta því hver leikur maður þurfti að vinna hvern einasta leik og það fór bara allt út í það sko, að tóka á stundum en jú, góð stökkpallir, ég held það sko, að því að það er ekki allir sem hafa fengið sömu mínútur í úrvalsdeild sko og fyrir það þá held ég að já, mjög góð stökkpallir. Framhaldið er búið að Finnur búin að festa þig í Borgarnesi? Nei, þeir eru byrjað að tala um mig sko, en ég er ennþá samningslaus en eins og ég er búinn að vera núna 2 ár í Borgarnesi, mjög góð ár og mér langar auðvitað að halda áfram en kitlar auðvitað að flytja aftur í bæinn en já, eins og ég segi, ég er búinn að vera 2 mjög góð ár þannig að ég sé að það er líklega það kemur líklegast til greina en auðvitað væri maður til í að flytja í bæinn aftur. Sjáum til hvað gerist.